Þessi. Þeir. Ekki þessi. Stöðin kynnir. 89 á Stöðinni. Gott kvöld. Nú síðdegis kom upp eldur í dúkastrekkingastofu Ingiríðar Helgu að Klettahálsi 20 í Reykjavík. Óskar hefur verið þarna á staðnum og fylgst með eignatjóninu í allan dag. Það var árið 89 og til loftið fyrst var okkur hent. Létum okkur vaði í falli fríu og finnst við ekki ennþá hafa lent. Við vorum ungir þá og ekki á sakaskrá, en síðan hefur heljar mikið skerð. Því árin ættu hjá, engum smá spretti á, og já, við vorum ungir þá. Raumir, hvað ekki alltaf leið með þig? Jú, Við erum ekki nógu góði stuðið maður, ég meina við erum að halda þetta upp á 10 ára afmæli stöðvarinnar og þú ert bara eitthvað damm. Já, ég lenti í smá rimmu við konuna. Rimmu við konuna? Já. Og var hún að vaða yfir þitt á kynnan? Vaða yfir mig? Ég held þú þekkti mig nú betur en þetta, sko. Sko, þegar ég var búinn að segja mitt síðasta orð, þá kom hún til mín skríðandi á 4 fótum. Á 4 fótum, hvað sagði hún? Ég sagði bara, komdu undan rúminu, helvítis lauminginn! Ég var alveg virkilega. Klassísk útigangshjón. Bogi Rón í frakkanum frá Flóamarkaði Kattavinafélagsins sem fer engar vel við hattinn sem hann fann á gömlu haugunum í Gufunesi. Birta hafði lengi leitað sér að smekklegri yfirhöfn en fann loks þessa glæsilegu kápu hjá Mærastigsnefnd. Og þú last allt það í Slefað og Slekt. Við upptökur á þáttum sínum hafa spaugstofumenn skipt 3875 sinnum föt. Hvað finnst þér spaugstofuna? Jú, mér finnst þeir einlega frábærir. Þeir náttúrulega orðnir dálítið þreyttir svona eftir 10 ár sem von Mér finnst þú sé ekki alltaf bestur, sko. Nú verður maður að hafa hann góðan því að hann orðinn leikstjóri, svo maður fái hvað að gera. Hefur þú séð hundinn minn? Hann allvel bundinn inn. Bundinn inn, hundur? Í blárri kápu, hann kátur með krullupinna í hárun á sér. Það ekki hundur. Jú, víst, hann sætir Líus. Nei, það getur ekki verið. Þetta geti alveg svona lýsingin á henni Rúnu frænku. Hvað, reykir hann kannski kamel? Já, og hvað með það? Þá þetta ekki hundur. Nei, þá þetta bara eitthvað miðaldra kjaftakettling og trúlega alkohólist í þokkabót. Vertu bara fegin á henni týnd. Já, þú meinar það? Þó langt sé nú liðið frá því að fyrstu stöðvaþátturinn fór í loftið þá enn til fólk sem man eftir fyrstu útsendingunni og einn af þeim Sigfinnur Sjöt. Sigfinnur, þú manst þetta bara eins og þetta hefði gerst í gær. Já. Manstu hvernig þið varð við þegar þú horfðir á fyrstu útsendinguna? Já. Já. Það var nú fróðlegt að fá að heyra að því. Já. Það nú væntanlega margt breyst síðan. Já, byttu fyrir þér, já. Þetta voru náttúrulega afskaplega frumstæðar aðstæður á þessum tímum náttúrulega og má auðvitað segja að þetta hafi verið óðsmanns æði að fara að út í þetta, að halda út í vikulegum gamanþáttum svona löngu áður en að sjónvarpsútsendingar hófust hér á landi. Já. Hvernig horfði fólk þá á þættina? Já, það var bara að taka á upp og horfa svo bara á það seinna. Að horfa á það seinna? Já, voru þá komin myndbandstæki? Já, nei. Það löngu fyrir þátíð, sko. Þetta var allt tekið upp á Vambir, sko. Tekið upp á, Tekið upp á Vambir? Já, tekið upp á Kýrivambir, síðan gengu þær bara á milli húsa og
og fólk látti á þetta svona. Auðvitað voru náttúrulega myndgæðin ekkert upp á marga fiska. Ég er náttúrulega ekkert að bera mútið því náttúrulega og það var svona truflanir ábygglega hér og þar. Ef öllu sjónvarpsefni Spaugstofunnar yrði komið fyrir á eitt myndband og því síðan rúllað út, næði það héðan og til Milano. Hvað finnst þér Spaugstofuna? Já, ég vil vitna í fréttatilkynningu Tvíhöfða sem að birtist á internetinu Spaugstofuna og einfaldlega voru einu sinni fyndnir en eru búnir að missa það. Það er vitlaus súla hérna. Haltu bara áfram. Þingmenn á Alþingi Íslendinga hafa nú sent frá sér neyðarkall rétt einu sinni vegna bágra kjara sinna, blokkheita og almennar vosbúðar. Nú hafa verið stofnuð samtökin Reddum þeim, sem að ætla að beita sér fyrir söfnunarátaki til hjálpar bástöddum alþingismönnum. Finnst ykkur hægt að á þingi þjáist fólk að sé það bilað fallur hor og að aura skorti það svo tregt og svegt en ætlar svo að sjá fjármáli vor. Ágæta þjóð, það komin tími til, það ekki spurning, að þú takir veskin upp með hjálpandi hundu. Þeir sem skartin líða í þingsal þakka penn. Já, þeim mun ekki halda nokkur bönd. Við reddum þeim sem þrauka þingi. Við reddum þeim sem flokkin rópa hjálp með ungu syngi. Og það alveg víst að þakklátt verðum við. Við setjum þetta minn á þing, þú og ég. Við reddum þeim sem þrauka þingi. Við reddum þeim sem flokkin rópa hjálp með ungu syngi. Og það alveg víst að þakklátt verðum við. Við setjum þetta minn á þing, þú og ég. Við setjum þetta minn á þing, þú og ég. Förum varlega, hann til alls líklegur. Hvernig lítur hann út? Ég get eiginlega ekki sagt þér það. Hvað? Þú verður að segja mér það. Ja, þú þekkir að þegar þar kemur, vertu viss. Nú hvernig þá? Ég held ekki áfram lengra, ég fæ ekki að vita hvernig hann lítur út. Ok. Hann í blárri kápu. Ha? Blárri kápu? Já, hann í blárri kápu. Svo hann með rúllur í hárinu. Já, ég vissi það, ég átti ekki verið að segja þér þetta, ég vissi það alveg. Blárri kápu! Hann hjálpaðu mér! Ég má það ekki! Ég gæti ruglað hárgreiðslunni! Ég má ekki koma við hann ómetanlegur! Hundur í blárri kápu. Verðlauna hundur! Sjáðu hann ef þú þorir. Á þessu 10 ára tímabili hefur Spaugstofan notað tæplega 7,5 lítra af skegglími. Já, það mætti alveg skipta leikara, sko. Ég er nefnilega alveg á lausu og ég get alveg ekki kettlingar eins og randir og svo get ég sungið. Hver ræður þessu?
Herðu, Já. ég er nú búinn að vera leigubílstjóri í 25 ár. Jú. En það er svo merkilegt með það að þegar að þættirnir byrjuðu þarna fyrir 10 árum, þá var ég líka búinn að vera leigubílstjóri í 25 ár. Ég einhvern veginn fæ ekki til að ganga Þeir eru byrjaðir að sýna úr fyrsta þættinu. Bragi, nú hefur þú lesið inn á fjölmargar auglýsingar, ekki rétt? Já, og nú verða auglýsingalesarar að búa yfir mikilli raddtækni, ekki rétt? Þið þurfa að breyta röddinni og búa til nýja persónur, ekki rétt? Gætirðu gefið mér dæmi auglýsingu sem þú nýlega lesið inn á? Stöðin. Stöðugt í stuði. Stöðin. Já, þakka þér fyrir. Snorri, svo við snúum okkur að þér. Nú hefur þú lesið inn á fjöldaauglýsingar líka. Jú, það er rétt. Gætirðu komið með dæmi auglýsingu sem þú lesið inn á? Jú, alveg sjálfsagt. Ég var að fara að lesa núna daginn. Bylgjan. Og ég get gefið þér annað dæmi. Já, takk. Meiri tónlist. Nú, svo var... Askot eru mingjað en eitthvað slæmi tækir hérna. Verður ekki að massa þetta aðeins til og svona? Nei. Gera það svo eitt og rægt á mér. Það er ekki ábæð að ég byrja að byrja að gefa nýslu. Hei, óþjóð, hvað er það? Þetta er taka maður fyrir og það kan þetta betta flang. Það sé bara, þetta var frá, þetta er sleppnum og það er. Hafsjór af sögum. Ófeigur Bárðarson rifjaði upp kostulegar uppákomur úr sögu stöðvarinnar, aðalega úr mötuneytinu. Hann tók sig vel út í sérsaumuðu vesti frá seglagerðinni Ægi með kvartsúrið sem hann keypti á Skeljungsstöðinni á Hvammstanga. Það er svo skrítinn með þessi Íslendingur. Þeir eru alltaf grínast svo mikið. Og hver segja við mig? Þú verður horfa á Spaugstofan. Spaugstofan, hann er svo fyndinn. Og ég horfa á sjónvarpinn og ég hlær. Og ég hlær svo mikið. Og ég heiti fólkið og ég segi það er rétt hjá þér. Ég horfa á Spaugstofan, hann er svo fyndinn. Þá verður fólki skrítið í andlitunum og það segir við mig. Spaugstofan var ekki sjónvarpinn í gær. Ég verður hissa. Ekki Spaugstofan? Nei, þú hefur verið horfa á beint útsendingur frá Alþingi. Það er ekki fyndinn. Sjáðu, ég skilur ekki alveg því ég sér ekki munurinn á þessu tveimur. Kannski að því ég er ekki Íslendingur, ég veit ekki. En eitt skil ég þó og ég segi það og kraftur þessi Íslendingur. Þeir alltaf takast og runga með mikið í minni. Ef einhver yrði ráðinn í fullstarfið að horfa á þætti Spaugstofunnar, tæki það hann hálfan mánuð að ljúka verkinu. Í hópi þeirra fjölmörgu listamanna sem lögðu stöðinni lið í gegnum tíðina voru sovjísku listansararnir Boris Beljanov og Svetlana Bossakova. Eftir fall Sovétríkjanna settust þau að hér á landi. Hvað skildu þau vera bardúsa í dag? Boris og Svetlana starfa nú í skipasmíðastöðinni Kjöln. Og þið eru búin að læra íslensku. Já, læra íslensku
Takk fyrir. En hvað með skautana? Nei, ekki skautana, ekki ég. Einhver annar koma, skautana. Ég bara borða rjúpa. Borða rjúpu? Nei takk, ég nýbúinn. Já, alveg rétt, þú ert nýbúinn og Svetlana líka. Nei, ekki Svetlana. Svetlana, Mehrun, Herbalife. Já. En segiði mér, við hvað starfiði nú hér í skipasmíðastöðinni? Bara smíðaskútu, skerpuskauta, býr til þrumu ostagrauta. Haltu kjafti! Já, bara alveg eins og í kvæðinu. Nei! Á 10 árum hefur Spaugstofan hljóðritað yfir 200 tónlistaratriði. Svona lítið fyndnir. Ja, svona. Næstu því svona, en svona. Já, auðvitað. Auðvitað er það náttúrulega alveg stórkostlegt strákar að vera foðin í svona samkvæmi, það ekki spurningin. Nú maðurinn var á sínu tíma einn öflugasti viðmælandi stöðvarinnar og svona og ég verð nú að segja það að stöðin, hún náttúrulega sá fjölmiðil sem ég sit allt mitt traust á vegna þess að fréttaflutningurinn, hann svoleiðis vandaður að það hálfari nú en það vinna hérna þvílíkir snillingar og öðlingar að maður átti kynnst öðru einis að þetta náttúrulega besta mál. Góðir gestir, það mér sannur heiður að kynna fyrir ykkur heiðursgest kvöldsins. Þetta maður sem hefur starfað með okkur frá upphafi og hefur ævinlega staðið með okkur stöðvarmönnum í gegnum þykkt og þunnt. Við skulum taka vel á móti Kristjáni Ólafssyni, gott fólk. Kristján Ólafsson, sá andskotans perri og aumingi, maður bara átt að sig ekki á svona hugsunarhætti. Það nú eitthvað skítalegt að þessu, það alveg ljóst. Það alveg sama sagan með þessar stöðvarmenn, maður leggur sig í líma við það árum saman að gera allt fyrir þá og svo prumpaðu svona framan í mann. Það kannski skýrir þessa skítalegt sjöðinni. Komdu Stella mín, við skulum ekki svona hanga yfir svo. Sjálfum sér samkvæmur Ragnar Reykháls var engum líkur í nærbuxum og barnafatadeild Hagkaups og í sokkum af Guðnýju konu sinni vegna þess að sokkarnir hans voru í þvotti. Og þú last það í slefað og sleikt.
Ég ringa. Svona. Hvað ringa? Ég kyssi sjálfum mér. Svona, já. Hvað ringa? Nú, ég kyssi þér. Ja, det er godt. Det er min gerne. Nej, kom her. Bitte ham. Nej. Lad dig så gøre. Hey, bitte. Kom her. Wow, tak for det. Ej, au, jeg kan hente det. Nej, jeg kan ikke. Den der, hør der. Kom så nej, kom med. Ja, der. Kom her. Já, og svo munaði auðvitað heilmiklu fyrir þá spaugstofamenn þegar hljóðið kom til sögunar. Það var auðvitað munur fyrir alla landsmenn, ég segi það ekki, sko. Gat náttúrulega verið mjög bagalegt í gamla daga þegar allt var þögult og svona og hamlaði náttúrulega mjög öllum samskiptum og svona og já, og svo var maður líka meira og minna svona á vitlausum raða svona eins og maður sér þeim að skoðar gamlar bíómyndir og gat verið helvíti erfitt svona, sérstaklega í smalamennskunni svona, þá var maður alveg kvínandi móður og svona á þessu helvíti spanni alla tíð svona, ég segi það ekki, sko. Það var náttúrulega mikið framfar spórverðið að segja eins og þegar hljóðið kom og svo kom lyktin þarna nokkrum mánuðum seinna og það var ákveðin viðbót en samt var auðvitað tvíeykjað líka með það vegna þess að þá fórum maður átt að segja á alls konar skítalykt og svona og sérstaklega í pólitíkinu náttúrulega þannig að niðurstaðan af þessu spjallu okkar enn og kannski helst þú að mjólk er góð. Atla Geir Grétarsinni leikmunaverði, Gunnari Baldurssyni leikmyndateknara og Gunnþóri Sigurðssyni leikmunaverði verður öllum komið fyrir á Spaugminjasafni Íslands jafnskjótt og það verður opnað. Mér finnst nú eiginlega að þeir séu komnir á síðasta snúning með þetta og reyndar þau all. Annars stendur Örn sig alltaf mjög vel. Já, við hefðum nú ekki grunað þegar ég hóf hér störf fyrir 10 ára síðan að ég ætti eftir að standa hér í dag. Já, en því að ég veit nú að hér er staddur ljósmyndari frá Slefað og Sleik og ég má geta þess til gamans að ég einmitt í sömu nærbusum og sömu og ég var í fyrsta útsendingardaginn þannig ef að ljósmyndarinn hefði kannski áhuga á því þá myndi ég bara vippa mér úr bussunum. Nei. Má kannski fylla á þér? Já. Ég bara hugmyndir. Já. Hei, tengo frika. Vá, ótrúlega stórt glas. Já. Nei, sjáu nú. Vá. Sjáu, kom í sjónvarpinu eitthvað. Baldur! Konni! Hefur við ekki að fá okkur sæti, bróðir sæll? Já, hvernig væri það? Hvað er Haraldur? Hann er dáinn. Nú? Hann var skotinn. En hvað er Þórður? Hann lenti í eldgosinu. En Magnús? Ísbjörnin át hann. Það er bara svona. Hvað er þá Jónas? Hann er í hvalnum. Nú? Hvalurinn gleypti hann. Ég skil. Sér ekki annars allt gott bara? Jú. Gott. Elsku fáið ykkur, það er nóg til frammi, nóg af öllum sortum. Góður. Kokkur var engin annar en Friðmar C. Gauksson, en hann var klæddur í smekklega skyrtu með majónesblettum frá Gunnars majónes. Síðan 1989
hefur Spaugstofan samið, tekið upp og sendt út yfir 4000 atriði. Spaugstofuna, já. Býtu, það eru aftur þeir hérna... Já, ég veit alveg hverju það er. Hérna, strákarnir hérna Kalli og Siggi og Örn og Pálmi og hann hérna... sem ég man aldrei hvað heitir. Hann hérna... Jú, ég meina þeir eru... ljómandi skemmtilegir, þannig ég man eftir þessum strákum sko þegar þeir voru að byrja. Ég eiginlega bjóð á til sko, ég var að vinna í propsinu á þessum tíma og ég man ekki sko hvað ég þurfti ofta að redda þeim, það var alveg. En þeir eru sko svona skemmtikraftar sem að fylla mann svona trú á sjálfum sér. Maður hugsa með sér, sko ef þeir geta þetta, þá geta þetta allir. Og þá get ég þetta. Og það var eiginlega til þess að við Radíusbræður fórum að skemmta, við hugsaðum okkur það þarf einhver að gera þetta almennilega. Þannig að í raun má segja að íslenska þjóðin standi í þakkarskuld við Spaugstofuna, sko. Það var árið 89. Út í loftið fyrst var okkur hent. Létum okkur vaði í falli fríu og finnst við ekki ennþá hafa lent. Við vorum ungir þá og ekki á sakaskrá, en síðan hefur heljar mikið skér. Því árin hættu hjá, engum smá spretti á, og já, við vorum ungir þá. Tage Amendrup stjórnaði upptökum á stöðinum árabil. Hann lést 9. maí 1995. Þessi þáttur er helgaður minningu hans.